Þið hafið heyrt mig segja það öðru hverju gegnum áratugina þegar ég predika orð Guðs að þetta hef ég sagt áður. Ég hef stundum nefnt þetta og samt kemur fólk og spyr öðru hverju: gætir ekki predikað þetta efni? Þetta sáluhjálp. Viðkomandi segir kannski: ég svo hræddur eða hrædd að ég sé ekki á réttu vegi, að Guð hafi ekki fyrirgefið mér, að Guð hafi ekki veitt mér sáluhjálp að eilífu vegna þess að ég er ekki nógu góður. Þið sem eru hér í Boðunarkirkjunni kannist við að einhvern tímann hafið þið heyrt mig fjalla þetta og kannski fleiri af okkur sem deila á orði Guðs frá þessum ræðustóli. Ég ætla að gera það einu sinni en með öðrum áherslum og að gefnu tilefni. Það kom maður á máli við mig fyrir bara svona 3 vikum síðan og sagðist hafa áhyggjur af því að hann væri ekki nógu góður. Hann var eitthvað efins og jú, hann trúði á Drottinn Jesú Krist sem frelsara sinn. Hann þekki sannleikann, allan eins og hann í orði Guðs. En það var alltaf eitthvað svona efins hjá honum. Og þegar við ræddum örlítið nánar meira saman að þá kom í ljós að það var eitthvað í fortíðinni. Og ég reyndi að fullvissa viðkomandi: Guð fyrirgefur allar syndir okkar, sama hvað það er. Og svo ég varla komin heim héðan að þá hringi síminn og það annar maður. Ég þekki þessa menn báða, mjög trúaði menn, og sá sem hringdi sagði einmitt: ég er ekkert viss að ég sé hólpinn. Og ég hugsaði með mér: þessi menn hlusta báðir mikið á útvarp Boðun, alla daga. Og þetta sýndi mér eitthvað sem hefur gerst hjá mér á liðnum tíma fyrr á árum, þegar ég var ekkert viss mína eigin sáluhjálp. Jafnvel eftir ég byrjaði að predika og boða fyrir öðrum, var ég virkilega hólpinn, hugsaði ég stundum. Guð hefur svarað bænum mínu hvað það snertir í gegnum árin, að læra að treysta loforðum hans. Þegar Guð almáttugur gefur okkur loforð, þá ber okkur að treysta og ekki að efast. Og ég ætla að sýna ykkur það hérna á tjaldinu í dag, hvað hann hefur að segja eitt og annað. Og við mannin sem að talaði við mig í síma, ég sagði honum: ég ætla að tala þetta í dag. Og ég var að vonast til að hann kæmi, hann er ekki hérna núna. Og svo var það að ég var heima að hugsa málin og undirbúa þessa predikun. Þá hringdi einu sinni þriðji maðurinn. Og hann hafði miklar áhyggjur af því að ef hann ekki boðaði og predikaði fyrir öðrum, að þá væri hinn rangláti glataður og hann líka. Þetta svona skildar röksemdir og efasemdir. Men við erum öll í sama báti. Við erum öll gjörsamlega glataða sálir ef við ekki lærum að treysta loforðum Guðs. Og þetta fjallar hugleiðing mín í dag. Og ég bið ykkur að taka vel eftir og bara treystu því Drottni. Í 1. Jóhannesarbréfi í 1. kafla segir: þetta skrifum vér til þess að fögnuður vor verði fullkomið. Sjáðu því? Hann að skrifa, Jóhannes að skrifa fólki sem var nýtt í söfnuði Guðs og hafði allar þessar efasemdir sem að hrærast í hjörtum okkar og sem ég vek hér að í dag. Og hann að hvetja hina trúuðu, nýtrúuðu, til að treysta, því að þá verður fögnuður okkar fullkomin. Svo segir: og þetta boðskapur sem við höfum heyrt af honum og boðum yður. Guð ljós og myrkur alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúgum við og iðkum ekki sannleikann. Sjáu hvað þetta alvarleg orð. Við verðum að læra að treysta vinir. Guð ábyrgur fyrir sínu loforðum.
og hann mun ekki bregðast þér. Það getur verið að þú bregðast honum, en hann mun aldrei bregðast. Og hann að segja hér, lærisveinninn Jóhannes, að ef við höldum áfram að vera í því sem ekki fögnuður, í hjálpræði Drottins, eins og við byrjum þarna að lesa þann í 4. versi, að þá erum við í myrkri og þá erum við að upplifa það sem að Biblía kalla lygi. Við segjumst vera kristinn en efumst. Hvernig í ósköpunum getum við talist vera kristið fólk ef við trúum ekki því sem að Guð lofar okkur? Og ég bið viðkomandi vini mína sem að hér hafa glímt við þessi efni, við Drottinn, að misskilja mig ekki. Ég að reyna að gera þetta skýrt og ég mögulega get, en það það mjög skýrt þarna. Við erum annarkvort í myrkri eða í ljósi. Það ekkert þar á milli. Og þegar þú hefur meðtekið loforð Drottins þér til sáluhjálpar, þá það staðreynd. Þú getur upplifað það að vera, að njóta þess að vera hólpinn í dag. Þú þarft ekki að bíða þá að Kristi kemur bara til þess að komast að rauna það. Og við komast að rauna það hérna í þessu sem við skoðum á eftir í orði Guðs. Við höldum áfram í 1. kafla í 1. Jónasarbréfi, nú frá 7. versi. Ef við göngum í ljósinu, eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar oss af allri synd. Sjáu þið? Það ekkert ef eða kannski eða hálfklárað verk þegar frelsarinn annars vegar. Hann vill bara sjá okkur og heyra: Drottinn, frelsaðu mig frá syndum mínum. Fortíð mín að trufla mig. Drottinn, hreinsaðu mig. Og hér segir hann að blóð hans hreinsar okkur af allri synd. Ef við játum syndir vora, segir, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Það ekki stórkostlegt? Við þurfum ekki að efast. Ef þú tekur Drottinn á orðinu, þá gerum við hann ábyrgan fyrir sínum eigin orðum. Ég að tala Drottinn. Hann hefur lofað og hann mun standa við að frelsa þig af því að þú hefur sett allt traust á hann. Og kristið fólk, af öllu fólki sem gengur á jörðu, hefur ástæðu til þess að fagna og gleðjast af því að við höfum kynnst sannleikanum og allt sem Guð hefur að segja okkur í orði sínu sáluhjálp okkar. Við höfum enga ástæðu til að efast. Við höldum áfram. Og nú förum við í 2. kapitula í 1. Jónasarbréfi. Þetta kærleikskapitulinn, eða lærisveinninn. Lærisveinninn Jóhannes, hann var talið vera næstur Kristi því að hann var svo ungur og hann lærði að elska Drottinn sinn og frelsara. Hann skrifar: börni mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki synda. Så hann reiknar með því að það gerist hjá þeim að synda. Því að hann segir: en ef einhver syndar, þá höfum við árnaðamann, þetta því talsmaður, eins konar lögfræðingur hjá föðurnum, Jesú Kristi réttláta. Sjáu þið, við eigum talsmann á himni í dag. Hann sem gaf okkur loforðin sáluhjálp. Hann talar máli okkar á himnum þegar okkur verður á. Við eigum ekki að synda, en þegar það gerist, Drottinn reiknar með því. Hann ekki að krefjast fullkomnunar af okkar hálfu í eigin mætti okkar. Hann ætlar að gefa okkur það allt saman. Og við sjáum það hér á eftir. En svo segir þarna í öðru versi: hann friðþæging fyrir syndir vorar, og ekki einungis fyrir vora syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þetta þýðir að hann dáinn og syndir þeirra, sem sagt Kristur dáinn fyrir syndir allra, líka svo kallara vondu manna eða vonda fólks, sem taldi vera svo syndugir að þeir eigi sér kannski enga von, eða sumi menn telja það. En hann dáinn, Jesús dáinn fyrir syndir allra. Þið sjáu það hérna, svart á hvítu. Og 3. versið: á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Nú versnaði málið. Hver vill segja: ég held boðorð Drottins?
og vera fullkomin í þeirri hlýðni. Það getur engin maður í sanngirni sagt það. Og erum við þá glötu? Við skulum sjá til. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. Nú fer málið að versna það ekki. Því þetta þessu trufla fólk. Ég er ekki nógu góð, mér verða á að það var boðorð númer 2, þetta skurðgóðinn og allt það sem fellur undir það. Ég er brotlegu þar, hugsar einhver. Eða hvíldardagurinn, eða að girnast, eða stela, eða hafa rangt við. Segi ekki alltaf alveg satt. Þetta eru allt syndir sem okkur kann að verða á. Líka hjá þeim sem hafa meðtekið drottnin sem frelsara sinn. Og þess vegna segir drottnin í textana sem við vorum að lesa áðan að við eigum ekki að synga. En ef okkur verður á, þá höfum við þennan talsmann á himni. Sjáum þið? Himinin reiknaði með því að við ófullkomna sálir á meðan við erum hér á jörðu munum heyja baráttu við synd og freistingar þar til yfirlíkur. Og þá eigum við talsmann hið efra, þvílíkt loforð. Þetta er eins og að hafa einn eða fleiri bestu lögfræðinga heimsins í Hæstarétti til að tala máli okkar. Það er ekkert minna sem þetta boðar. Og þegar við til dæmis teljum okkur eða viljum hafa í heiðri boðorð Guðs, en gerum það samt ekki, þá segir drottinn að við erum bara lygarar og sannleikurinn er það ekki í okkur. Auðvitað á hann við það þegar við leikum 2 skjöldum. Og það eru margir kristnir sem gera það, stundum ómeðvitað, en stundum meðvitað. Og þá kemur það ekki til greina, samkvæmt þessu texta, að viðkomandi geti talist kristinnar trúar eða að vera þjónn Jesú Krists. Því það leikum 2 skjöldum og sannleikan er þá ekki að finna í viðkomandi. Þetta segir hér, sjáu þið, 1. Jóhannesarbréf 2. kapítuli. Það eru sumir sem þora ekki að lesa þennan kafla eða þetta bréf, af því að þeir misskilja hvað þar er boðað. Jú, við eigum bara að treysta drottni fyrir því að fullkomna trú okkar, að halda boðorðin fyrir okkur þegar við leitust við að hafa því í heiðri, eins vel og við mögulega getum. Við skulum halda áfram. Förum yfir í Opinberunarbókinni, 14. kafla frá 5. versi, þar er sagt frá fólki sem enga lygi var að finna í og þeir voru lýtalausir. Bitu nú við. Er nokkur óaðfinnalegur hér? Nei. Við getum ekki tilengt okkur þessa yfirlýsingu að vera lýtalaus. Ekki núna eða það. En það getur verið einhver annars eða. Og þar kemur frelsarinn til greina. Hann er lýtalaus. Hann hefur haldið boðorðin. Hann hefur sýnt okkur fordæmi algjörlega syndlaust líferni. Sá eini sem hefur gengið á jörðu í mannheimi. Og hann segir, ég ætla að gefa ykkur mitt réttlæti. Ég ætla meira að segja að gefa ykkur viljan til þess að vilja að vera syndlaus og réttlát. Ég ætla að sýna ykkur það á eftir. Í Filippusbréfi, þar kemur, já hann er hérna komið þessi texti, í 2. kafla frá 12. versi segir, þess vegna mínir elskuðu, þér sem ætíð hafið verið hlýðnir, sjáðu því, að hlýða boðorðunum. Ég bara legg áherslu á, þeir eru aldrei frelsi fyrir dugnað ykkar í því að halda öll boðorðin. Þið getið það ekki. En þið getið leitast við og þakkað Guði fyrir forréttindin að mega að hafa í heiðri vilja drottins eins og hann opinberast í þessari stjórnarskrá Guðs ríkis, boðorðinu 10. Og hann segir, þér mínir elskuðu, þér sem ætíð hafi verið hlýðnir. Vinnið nú að sáluhjálp yðar. Hérna kemur þetta, baráttan sáluhjálp. Að vinna nú að sáluhjálp yðar með ugg og ótta eins og þegar ég var hjá yður, því fremur nú þegar ég er fjarri. Og ekki gleyma næstu orðu vinir,
Takið eftir, því að það Guð sem verkar í yður, bæði að vilja og framkvæma sér til þóknunar. Þetta alveg yndislegu boðskapur. Hann gerir allt fyrir okkur. Við þurfum að treysta honum til þess. Svo segir, gjörið allt á þess að mögla og hika til þess að þér verðið ekki óaðfinnalegir og reynir. Til þess að þér verðið óaðfinnalegir og reynir. Flekklaus Guðsbörn meðal rangsnúinnar og gjörspilltrar kynslóðar. Við eigum ekki að mögla, ekki að hika og sífellt að klifa á þessu, Drottinn hefur fyrirgefið mér. Ef þú hefur virkilega beðið Guð að fyrirgefa þér syndirnar, ekki síður fortíðina, allt þetta ljóta, allt þetta sem að þú hefur talið að gjörsamlega útloka þig frá réttlæti Guðs eða himninum. Hann fyrirgefið þér það allt saman af því að þú tekur hann á orðinu. Og þú mátt ekki hika. Það segir hérna, ekki að hika, bara að hiklaust að treysta. Og þá verðið þið yfirlýst réttlátt að því að réttlæti Krists gefið okkur í staðinn fyrir okkar ranglæti. Við sjáum það ennþá betur hér á eftir. Jesús Kristur á krossinum, syndlaus, hann borgaði syndasektina okkar. Hans blóð hreinsar okkur af allri synd þegar við biðjum hann að heimfæra fórn hans upp á okkar syndir. Og svo leitustu við að gera hans vilja í daglegu lífi. Hvernig sem það gengur. Bara aldrei að hika, aldrei að vantreysta frelsaranum. Hann mun frelsa þegar við treystum honum. Og hver sem fortíðin hefur verið, komum til hans, krjúpum frammi fyrir frelsaranum okkar. Hugsaðu ykkur, almáttugur Guð gaf allt upp á bátinn, fórnaði öllu forréttindum hið efra, tilbeiðslu syndlausra engla og íbúa annarra veralda. Hann fórnaði því öllu til þess að gerast maður á meðal allra þessara syndara. Af því hann elskaði þá svo mikið okkur. Hann gat ekki hugsað sér að vera án okkar alla eilíð. Þess vegna segir hann, komið til mín með allar ykkar byrðar og ég mun gefa ykkur hvíld. Frelsarinn okkar almáttugur Guð. Minnist þessi vinir. Honum ekkert ómögulegt. Förum yfir í Sakaría. Ég nýbúin að fara yfir þennan texta með ykkur fyrir nokkru viku síðan. Ég geri það einu sinni enn. Þar segir í byrjun 3. kafla, því næst lét hann mig sjá Jósúa æðstaprest. Það var engin minni en aðal guðfræðingurinn í þjóðinni, sá æðsti, sá hreinasti og saklausasti sem menn gátu valið að mannlegri visku til að vera fulltrúa okkar frammi fyrir Guði í helgidómi Guðs á jörðu. Og hann fékk að sjá hann þar sem hann stóð frammi fyrir engli Drottins og Satan honum til hægri handar til þess að ákæra hann. Hugsaðu ykkur, þegar við efumst, það einhver sem nálægt okkur og ákærir og segir, þú ert ekki nógu góður. Það alveg rétt hjá honum. Við erum aldrei nógu góð. Það einhver annar sem nógu góður. Hann heitir Jesús Kristur og við megum til með að trúa og treysta loforðum hans sáluhjálp okkar. Þá okkur borgið. Hvernig sem baráttan gengur hjá okkur þar til yfirlíkur, við bara höldum áfram að treysta og trúa og klingja utan í frelsaran okkar. Við sleppum ekki af honum. Svo segir í öðru versi að Drottinn mælti til Satans. Drottinn ávíti þig, Satan. Nú Drottinn þann annars vegar, Jesús Kristur, að segja að Guð Faðirinn á himnum, hann ávíti þig, Satan, sem útvalið hefur Jerúsalem, ávíti þig. Ekki þessi svo brandur bálið dregin? Ég hef svo oft dregið upp þessa mynd þar sem við erum kannski með varðeld út í náttúrunni
ekki á þurrkatíma þegar hættir á sinnubruna, en oft brennum við kannski einhverja spýtur og svo tökum við stundum eina spýtu út úr eldinum, hún hálf brunnin, annar endinni kolbrunnin, sumt brunni til ösku af enda spýtunar. Drottinn að lýsa þessu okkur eins og við við brand sem dregin út úr báli. Og brandurinn spýtan, hálfbrunnin, þannig eru við, sködduð af synd. Nema Jesús frelsar okkur. Hversu sködduð sem við kunnum að vera af fortíða syndum okkar. Guð reiðubúinn að fyrirgefa það allt saman. Núna, í dag, ef þú bara vilt, ef þú bara þykkur, ef þú bara treystir honum. Og þegar efasemdirnar læðast að þér, myndu þú átt bara að treysta. Og þannig mun Guð sjálfur efla traust þitt frá degi til dags. Og svo segir í 3. versi að Jósúa var í óhreinu klæðum þar sem hann stóð frammi fyrir englinum. Og ég vil fullvissa ykkur það, vinir, að æðstiprestur var alltaf í skjanna, hvítum og hreinum klæðnaði. Hann dirfðist ekki að fara inn í hið helga musteri sem var hér á jörðu áður fyrr. Og samt því lýst þarna að samanborið við hinn syndlausa frelsara sem þarna var kominn til aðstoðar Jósúa þegar Satan var að ákæra hann hversu vondur maður hann væri. Að þá segir hann Jósúa, hann í óhreinum klæðum og sjáu hvað hann segir eigi að gera. 4. versi, þá tók engill til máls og mælti til þeirra stóðu frammi fyrir honum, færði hann úr hinum óhreinu klæðum. Þetta svo óhreint. Nei, þetta var skjanna, hvítur og hreinn klæðnaður. En það verið að tala syndugt líferni, æðstaprestins. Hann var ekki einu sinni nógu góður sjálfur í eigin réttlæti til að teljast, bara fullnægjandi líferni til sáluhjálpar. Hann, æðstipresturinn, var glataður maður eins og hver annar syndari án Jesú Krists, án réttlætis Jesú Krists. Og svo segir, sjá, ég hefi burt numið, það átti að færa hann úr óhreinu klæðunum, og sjá, ég hefi burt numið misgjörð þína frá þér og læt nú færa þig í skrúðklæði. Þannig verið að lýsa réttlæti frelsarans. Því að án hans munum við aldrei inn í himinin koma. Þessu líkt við að við séum í óhreinum klæðum. En yfir það sett hvít skikja, skjanna hvít, ekki útötuð í synd. Þetta bara táknmynd, táknmál í myndum og það sama hver við erum, karl eða kona, fullorðin eða táningar eða ungbar. Við erum öll syndara, fædd í synd og þurfum á sáluhjálp Jesú Krists að halda okkur til handa hvert og eitt. En gleðjumst, munið hvað við lásum í fyrsta textanum, að fögnuður yðar sé fullkomin. Og við getum leyft okkur að gleðjast þrátt fyrir að allt verðist fara úr böndum í kringum okkur og það á eftir að versna árin yfir líkur, segir í spádómum Åpenbarunarbókarinnar. En við förum ekki í það núna. En áfram í Sakarías í 3. kafla frá 5. versi, enn fremur sagði hann, láti hreinan ennidúk höfuð hans, þá létu þeir hreinan ennidúk höfuð hans. Þannig eru hugsanirnar, ákvarðanirnar, hér á bakvið. Og færðu hann í klæðin, en engill drottins stóð hjá og engill drottins vitnaði fyrir Jósúa og sagði, svo segir drottin allsherja. Hér verið að tala bara Guð almáttugan. Ef þú gengur á mínu vegum og varðveitir boðar mín, akkur þurft hann endilega að klína þessu þann utan í, boðar honum. Ég dirfðist að taka þetta orð mér í munn, því þetta það sem að gerast hjá svona öllum þorra eða stóru meiri hluta kristinna manna á jörðu í dag, að þeir segja eða þeim kennt af kennimönnum
að þú getur ekki haldið boðorðin. Og það alveg rétt. En þá misskilja hinir kristnu margir slíkan boðskap og telja að annarkvort það prestarnir sem halda boðorðin fyrir okkur öll hinn, eða við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessu. Þetta aðeins viðmiðun sem Guð gefur okkur þarna. Þú frelsast aldrei fyrir dugnað þinn í því að halda boðorðin. Þú getur það ekki. Jesus getur það og hann hefur gert það. Og svo segir, ef þú gengur á vegum mínum og varðveitið boðorð mín, sem sagt, við leitust við að hafa þau í heiðri, þá skalt þú og stjórna húsi mínu og gæta forgarða minna og ég heimilega þér að ganga meðal þessara þjóna minna. Hann að tala himininn að lokum þegar við erum komið þangað. Svo segir í 3. kafla hjá Jóhannesar Guðspjalli frá 14. versi. Og eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að gaf son sinn eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þannig hafið það umbúðalaust. Þetta á við vonda fólki líka, ef við megum kalla einhverju vonda. 17. versið, Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki þegar dæmdur, því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Hérna sjáum við samanburðinn. Annarkvort trúir þú ef þú trúir ekki neitt. Það ekkert þarna á milli. Þess vegna það alveg lífspursmál að eilífi fyrir okkur að læra hér á jörðu, að hafa í heiðri boðorðin 10, læra að elska þau, hugleiða þau, eins og segir í 1. salmi, ef ég man rétt, það sem að Davíð segir í hugleiðu lögmál þitt dag og nótt. Hafið þið nokkuð tíma að vakna klukkan 2 á nóttu og farið að hugsa boðorðin 10? Biðjið Guð að leyfa ykkur að upplifa þetta. Og ef að þið hafi virkilega tekið loforð Guðs, loforð Jesú Krist, tekið hann á orðinu og glaðst yfir þeim, þá getið þið lifa lífi sem hefur ekki áhyggjur af því hvort þó að þið séu ófullkomin. Í samanborði þegar lögmáli, boðorðin 10, lýsa því yfir þú ert óhreinn. Það annar sem hreinn og réttlátur, sem býst til að gefa þér. Og hvað lásum við á þann? Í Filippibréfinu í 2. kafla. Hann gefur okkur ekki aðeins að framkvæma vilja Guðs í lífi okkar. Hann gefur okkur viljan líka. Og síðan ætlar hann að framkvæma sin eigin vilja í lífi okkar. Mér finnst þetta svo stórkostlegur texti, stórkostleg yfirlýsing. Hann leggur allt okkur upp í hendurnar til að öðlast eilíft líf. Við höfum enga afsökun og enn síður ástæðu til þess að efast sáluhjálp okkar. Ef þú á annað borð hefur meðtekið orð Guðs, allan sannleikann, ef þú hefur lært að elska loforð Krists þér til handa og treysti því. Förum yfir í Jakobsbréfið í 1. kaflan, 5. vers. Ef einhver yðar brestur visku, þá biðji hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölulaust og honum mun gefa. Sjáu þið? Þetta svo umbúðalaust. Við þurfum bara að gera, það að segja, að fylgja fyrirheitum og leiðbeiningu Drottins, treystu og þá færðu allt sem þú þarfnast til sáluhjálpar. En hann biðji í trú án þess að efast. Þetta aðalvandamáli. Við eigum að biðja í trú án þess að efast. Sá sem efast líkur sjávaröldu. Það eru einhverju sjómenn hérna sem hafa upplifað það að vera á sjónum og fara fram og aftur í öldungangi skipa eða báta, sérstaklega lítilla báta. Ég man þegar ég var unglingur og með pappa undir Vogastapa að draga net og á vorin og þá þegar þorskgöngurnar gengu þar að stundum þá fór að hvessa
og maður sá ekki til lands stundum þegar maður var alveg niður í dal í öldunar og svo hófistu upp og topp á öldunum aftur og aftur og svona upp og niður og leið og draga netin og hirða fiskinn úr möskvanum. Þetta svo ljóslifandi fyrir mér að ef ég efast fyrirheit Drottins á þessu sviði, sáluhjálp okkar, þá erum við eins og eitthvað sér bara hrekur fyrir vindi og öldum hafsins. Sá maður, tvílyndur og reikull á öllu vegum sínum má eigi ætla að hann fái nokkuð hjá Drottni. Það annarkvæmt allt eða ekki. Og allt leggur Drottinn til. Við þurfum bara að meðtaka og segja takk Drottinn og síðan að læra að færa honum lofgjörð, þakklæti fyrir allt. Þessi mynd mjög lýsandi. Okkur sagt að Drottinn muni hafa þessi merki krossfestinguna alla eilífð í höndum sínum. Hugsið ykkur. Og það eru íbúar annarra heima sem hafa ekki upplifað baráttu við synd eða freistingar. Og við sem eru þá hólpin, vona ég, komið til heimis eftir að Drottinn sækir okkur, erum honum vitnisburður sáluhjálp okkar og hversu mikið það kostaði hann. Og það er eins og kannski börn sem að skynja ekki þetta efni en dóu ef til vill á unga aldri og á himni. Þá munu þau koma og segja, hvaða ör þetta á brjósti þínu? Þá mun hann svara, það eftir högg sem ég fékk í húsi ástvina minna. Þið finnið þetta í 13. kafla hjá Sakaríasi. Hugsið ykkur. Þetta verður umræðu efni á meðal þeirra sem eru hólpnir í samtölu við þeirra sem aldrei synguðu og aldrei höfðu reynslu af baráttu við freistingar eða synd. Við erum aðal vitnisburður fyrir Jesú Krist á meðal allra veralda sem Biblía segir öðru hverju frá, sem ekki hafa fallið í synd. Við munum hafa nóg að gera. Og hérna kemur þessi texti sem að þriðji vinur minn hafði svo miklar áhyggjur af þegar hann hringdi á dögunum. Hann að finna í Esekiel 33. kafla og frá 7. versi segir Mannsson, þig hef ég skipað varðmann fyrir Ísraels hús, það fyrir söfniðinum, til þess að þú varið þá við fyrir hönd mína. Þú heyrir orð af munni mínum. Þegar ég segi við hinn óguðlega, þú hinn óguðlega skalt deyja, og þú segir ekkert til þess að vara hinn óguðlega við breytni hans. Þá skal að vísa hinn óguðlega deyja fyrir misgjörð sína, en blóðs hans vil ég krefja af þinni hendi. Þetta ekki alvarlegt? En hafið þú varað hinn óguðlega við breytni hans, að hann skuli láta af henni en að lætur samt ekki að breytni sinni, þá skal hann deyja fyrir misgjörð sína, en þú hefur frelsað líf þitt. Og ég reyna að útskýra fyrir fólki og gera það minnskosti núna. Það er ekkert allir kallaðir þess að boða og predika og aðvara fólk frá ræðustóli. Það er hægt að hjálpast að við þetta. Og þið sem á þetta hlýði hér í boðunarkirkjunni, það eru ýmsir predikari hér á meðal okkar og hafa þetta hlutverk að vara syndarann við fyrr eða síðar í einu eða öðru. En hinnir, þeir geta stutt þetta boðunastarf með því að leggja fjármuni sínum til þessa boðunastarf sem á sér stað til dæmis frá boðunarkirkjunni, það gerist reynda frá öðru kirkju líka, og í gegnum útvarpboðun. Boðskapur þessa efnis að heyra mjög ofta útvarpi boðun. Búið að vera 1. september núna í haust í 20 ár og heldur áfram, ef Guð lofar. Þannig geta allir hjálpast að við að vara hinn óguðlega við. Svo að vinur minn, hann þarf ekki að hafa áhyggjur af því þó að sé ekki að predika. Mér heyrðist á honum að það væri einmitt vegna þess að hann fer ekki að boða og predika. En
það þurfi ekki allir að predika, en við getum hjálpast að og sem söfnuðu þá sjáum við til þess að boðskapur hljómi út á meðal þjóðarinnar og víðar. Þannig vörum við syndarann við. Og við eigum ekki einu sinni, vinur minn, í þessu tilviki að hafa áhyggjur af þessum texta ef við gerum ekki neitt. En ef við þó stöðlum að boðuninni á einn hátt eða annan, þá ertu að leggja þitt á vogaskálarnar til að boðskapurinn heyrist og hljómi á meðal þeirra sem ekki vita, á meðal hinna svokölluðu óguðlegu, eins og segir í þessum texta. Og þessi vinur minn þarf líka að læra að treysta fyrir heitu Guðs. Og ég er alveg viss að ég hef ekki áhyggjur af þessum manni og sáluhjálp hans, nema því að hann dvelur við þetta hvað ef. Ég hef ekki farið út að vara við. Og ef til vill var hann að hugsa bara einstaklinga sem hann hafði í huga. Við eigum ekki að vera hrædd. Við eigum ekki að hafa áhyggjur af því hverja afleiðingarnar verða ef við berum frelsara okkar og hjálpræði himins okkur til handa vitni. Nema í Mattheus í 21. kafla segir frá því þegar Jesús stóð andspænis prestum Ísraels, æðstu trúarleiðtogunum. Hann sagði við þá, og ég hef oft vitnað í þetta og gerði það alveg fram á síðustu daga mína. Sannlega segi yður, sagði Jesús, tolluntumenn og skækjur verða á undan yður inn í Guðs ríki. Þetta nú aldeilis yfirlýsing. Því að Jóhannes kom til yðar og vísaði veg réttlætis og þér trúðu honum ekki. En tolluntumenn og skækjur trúðu honum. Og það felst í þessari síðustu setningu. Þau verða skækjurnar og tolluntumenninni, þetta voru þjófar þess tíma sem stálu af skattfénu sem þeir innheimtu af landsmönnum og þeir höfðu ástæðu til að iðra synda sinna. Og Jesús segir, þessir syndarar og skækjurnar sem seldu sig verða í himnaríki á undan ykkur ef við nokkurn tíman náið þangað, felst í orðum hans. En hann er að sýna okkur það sama hver fortíðin hefur verið í lífi okkar. Komum til Jesú. Komum með allar byrðarnar, allt þetta íþyngjandi, þessi áhyggjur okkar til hans og slappum af í fullvissu loforða hans. Það er hérna 2 yfirlýsingar eða 3 sem ég ætla endilega að lesa fyrir ykkur úr bók Vegur undir Krist sem að þúsundir eiga hér á landi. Ellen White, innblásin af Guði, skrifaði útskýringar og einu og öðru í Biblíunni fyrir löngu síðan, áratugum síðan og meira. Hún sagði meðal annars þetta að segja okkur, syndarana, sem stundum efumst okkar sáluhjálp. Hann sagði það eru tvenns konar villur sem börn Guðs þurfa sérstaklega að varast. Svo fyrri felst í því að líta á eigin verk. Treysta nokkru því sem maðurinn getur sjálfur gert til að komast í samræmi yfir Guð. Sá sem freistar þess að helgast fyrir eigin verk með því að halda lögmálið er að reyna hið óframkvæmilega. Hérna höfum við það. Seinni villan af þessum tveimur er ekki síður hættuleg. Hún felst í því að við teljum að Kristur leysi menn undan því að hafa í heiðri eða halda lögmál Guðs. Kristur gerir þetta allt fyrir okkur. En við getum meðtekið og þegið hans óflekkaða líferni, réttlæti, okkur til handa. Og við þykjum og segjum amen drottinn, takk fyrir. Í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð og hans boðorð eru ekki þung. Ég kom með þetta svona sem innlegg vegna þess að sumir segja, það er ekki nokkulega að halda boðorðin. Þetta er alveg rétt, við getum það ekki fullkomin eða fullkomlega. Jesús gerir það. En við þurfum að viðurkenna gildi þessa lögmáls Guðs, boðorðanna 10.
Þú kemst aldrei inn í himinin án þess að læra að hafa í heiðri þessi boðorð. Og svo segir, og þetta tekið úr Jóhannesar bréfi, núna það úr öðru kaflanum, sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð þess. Legari og sannleikurinn ekki í honum. En hver sem varveitur orð hans í honum sannarlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Af því þekkjum við að við erum í honum. Það þessi kærleikur. Ég heyri marga vini mína sem hafa afskrifað boðorðin 10 eða einhvern hluta þeirra. Þeir segja oft, það bara kærleikur sem gildir. Og hérna Drottinn að segja okkur að sannleikurinn svo sannarlega raunveruleiki. Þegar að við meðtökum þetta í frelsarnum okkar sem hafði í heiðri öll boðorðin 10 og syndaði aldrei. En aftur í þessa bók sem með kær, Vegurinn til Krists, blaðsíða 71, ekki ávinnu við okkur hjálpræði með hlýðninni. Því að hjálpræði gjöf Guðs sem veita á viðtöku í trú, en hlýðnin ávöxtur trúarinnar. Ég gat ekki staðist að bara koma með þetta svona, því að orð rétt vegna þess að ég get ekki orðað þetta betur. Þetta nákvæmlega boðskapur Biblíunnar. Og svo að lokum þetta á blaðsíðu 73 í sömu bók. Við búum ekki yfir eigin réttlæti sem uppfyllt geti kröfur lögmáls Guðs. En Kristur hefur búið okkur undan komið leið. Hann bjó hér á jörðu og varð fyrir raunum og freistingum, rétt eins og við. En hann lifði syndlausu lífi. Hann dó okkar vegna og býðst nú til þess að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Gefist þú honum og veitir honum viðtökum sem frelsara þínum, ertu réttlættur, sakir hans, hversu syndsamlegt sem líferni þitt kann að hafa verið. Þetta ekki stórkostlegt? Þetta boðskapur Biblíunnar. Þessi kona, innblásin af Guði, hefur komist alveg að kjarna þessa boðskapar í Biblíunni sem ég verið að reyna að deila með ykkur. Fyrir svo í Sálm Davíðs, númer 51. Þá Natan spámaður kom til hans eftir að hann hafði gengið inn til Batsjebu. Guð, vertu mér náðugur, sakir elsku þinnar. Afmátt brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þó mig hreinan af misgjörð minni. Hreinsa mig af synd minni, því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotssjónum. Davíð hafði látið drepa eiginmann Batsjebu og tekið konuna til sín. Og hann vissi að þetta var brot á boðorðunum. En svo þegar spámaðurinn kemur, Natan, og segir honum, það þú sem sekur, þá iðraðist Davíð innilega af öllu hjarta og hann grét frammi fyrir Guði og glímdi við hann þar til Guð hafði fyrirgefið honum ekki bara þessa sinn, heldur ýmsana aðrar einnig. Hann sagði, gegn þér einum hefur ég syndgað, auðvitað syndgaði gegn koninu og gegn eiginmanninum sem hann lét drepa á vígvellinu, sérstaklega til að komast yfir konunans. Hann syndgaði líka gegn þjóðinni og gaf virkilega slæmt fordæmi fyrir öllum öðrum að gera eins, að verða brotleg, syndsamleg, eins og hann. Og hann viðurkenndi þetta, en segir gegn þér einum, það syndi gegn honum, alveg sérstaklega, sem að dó og blóð hans rann á Golgata til þess að jafnvel menn eins og Davíð, með svona synd á bakinu, gæti orðið hólpni. Og við sjáum í orði Guðs annars staðar að Davíð verður á himni. Hefur það verið? Samsoni nefndu líka. Hann hafði verið kallaður alveg frá því fyrir fæðingu, alveg frá getnaði, lesum við í ritningunni. Við Fjóla vorum að lesa þetta núna á dögunum í vikunni. Hvernig Samson, Drottinn upphugsaði hann alveg frá á því að hann var getinn.
Og svo fæddist hann í þennan heim og honum var gefin alveg einstakar gáfur og hæfileikar til þess að frelsa þjóðina undan ánoki Filisteyana. En hann gerði allt mögulegt annað en vilja Guðs. Foreldrarnir grétu yfir honum, báðu yfir honum, en hann hunsaði allt og alla og Guð líka. Og það er ekki fyrr en að búið að stinga úr honum augun til náðunum af því að hann braut öll lög Guðs og þegar hann tók hann, fangelsuðu hann, hlekkjuðu hann og svo einhvern tíma þegar 3000 Filisteyja, höfðingjar Filisteyja komu saman til að fagna yfir þessum sigri yfir Ísraels mönnum. Þá létu þeir kalla á Samson, stiltu honum upp þarna í salnum frammi fyrir þeim öllum, á milli súlna sem báru uppi burðarstofu fyrir þakið. Og þegar hann þarna, þá grætur Samson og biður Guð að gefa sér þennan mátt aftur sem hann hafði kastað á glæ. Og Guð gaf honum það. Guð vissi hvað hann ætlaði að nota hann til. Hann vissi að Samson ætlaði að koma því til leiðar að allir þessir 3000 höfðingar Filisteyja, allt vondi menn, stóri syndarar, myndu farast þennan dag. Og Samson fékk ofuraflið sitt og ýtti á súlurnar þar til að þær brustu og þakið féll yfir alla, drápu alla innan þessara hallar og Samson líka. Og einhver myndi ætla að Samson hlyti að vera bölvaður alla eilífð og ekki vera í Guðs ríki. En lesiði bara Hebreabréfið 11. kaflan, mjög aftarlega í kaflanum. Þar Samson talið upp og meðal annarra syndura manna sem verða á Guðs ríki alla eilífð. Af hverju? Eflaust vegna þess að þarna á síðustu stundu þá iðraðist Samson og öðlaðist fyrirgefningu. Og þannig það með ræningjan á krossinum, annan af tveimur. Á síðustu stundu, hann var byrjar að hæðast eins og hinn gerði að Jesú, en átta sig á því á síðustu stundu. Þetta Messías. Hann þekkti Guðfræðina, hugsið ykkur, ræningi sem réttilega samkvæmt lögum landsins var verið að taka af lífi fyrir stór syndir hans. Og hann snýr sér að Jesú og biður hann að minna sín þegar hann kemur að sækja fólk sitt. Og Jesús lofaði honum, þú munt verða með mér í paradís. Sjáðu þið? Ekki efast, vinir, vegna synda ykkar í fortíðinni þegar að þessir menn verða í Guðs ríki. Og hvað konurnar snertir, Jesús sagði ítrekað að skækjurnar verða fyrr í Guðs ríki en margir þessara kennimanna og presta í söfnuði Guðs. Og við bara verðum að taka til greina eina yfirlýsingu enn og þessari góðu bók Vegur undir Krists á blaðsíðu 73. Lyndiseinkunn Krists kemur í stað lyndiseinkunnar þinnar og Guð tekur við þér rétt eins og þú hafir aldrei framið neina synd. Þú mátt bara til með að treysta, þarna kemur það, þú mátt til með að treysta Jesú og taktu hann á orðinu. Það skiptir öllu máli fyrir þig. En ef þú játar með munni þínum okkur sagt, Jesús drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, myndu hólpin verða. Með hjartanu trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Ritningi segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Þetta að finna í Rómverjabréfinu í 10. kafla. Og ég búin að fara þarna yfir hvað ræningin sagði á síðustu stundu og hann verður í Guðs ríki. Jesús fullyrti að hann myndi líka á eilíft líf. Og að lokum, vinir, við vitum að spádómum Biblíunnar
alveg sérstaklega spádómum Opinberunarbókarinnar, að það styttist óðum þetta Kristur kemur, að sækja fólki sitt, alla þá sem hafa kannast við hann og meðtekið boð hans eilíft líf fyrir úttal blóð hans, án þess að efast. Við getum þá lyft okkur að fagna. Ég leyfi mér að hlakka til þegar Jesús kemur aftur. Megi Guð hjálpa okkur til þess að taka Drottinn á orðinu og efast ekki þegar hann segir, ég kem til að sækja þig.